Hæ, núna ég í vinnufötunum og ætla að sýna ykkur garðinn minn sem ég er búinn að vera að vinna í. Já, fyrirgefðu. En ég veit að ég ætla að vera með gest og bara vegna COVID þá ég bara bakkaði ég mig bara út sko. Og sorry, ég er ekki búinn að gera daglegt svona dagblogg á hverjum einasta degi út af því að ég er bara hissa eins og þið öll eruð og maður bara verður að stíga eitt skref aftur á bak og því miður þá er komið aftur þetta quarantine eða fólk þarf að passa sig, vera í einangrun og allt þetta og við vonum bara að það fari allt vel og við vonum já, ég bara er svo hissa og bara ekki hissa, ég bara gátta hvað Íslendingar eru gráðugir. Þú veist, þið vilja bara fá ferðamenn og núna er þetta bara strax fara að blossa upp og vera að tala innanlandsmit og þetta. Ég er mikill ferðamaður, ferðast út allan heim, búinn að fara út allan heim og tristur og allt þetta. Ég klóra mig líka í puttana og mig langaði að fara til Alaska og klára það. Þá er ég búinn með öll fylkin í Bandaríkjunum. En því miður þá verður maður bara að anda inn og út og slaka á og bara hafa kerti og bara rómó. En ég ætla ekki að vera eitthvað djúpt í þessu núna því að nú langar mig að sýna ykkur garðinn minn og sýna ykkur hvað ég er búinn að vera ógeðslega duglegur. Og það var engin garður hérna. Ég er búinn að gera garðinn sjálfur. Og já, ég meina þetta er dýrt en þetta er mitt hobby. En það er náttúrulega komið enda, það er eiginlega bara komið ágúst. Og þannig að það er svona, salatið er ekki eins fallegt eins og það á að vera. En brokkolihausarnir eru ennþá að vaksa, þannig að það verður gaman að sjá hvað kemur út af því. Og já, ég ætla bara að leyfa ykkur að fylgjast með mínu áhugamáli. Mér langaði alltaf að vera garðyrkjumaður. Svo enda maður alltaf í ykkur skemmtilegra, þú veist. En ég hef alltaf verið með stóra drauma, ég hef alltaf verið með alveg stóra drauma og oh my god, já. Ég held að ég sé sjálfstæðismaður af því að ég hugsa svo, þú veist, ég á nóg öllu, ég hugsa svo stórt, ég vil stórt þetta, ég bara. Svo var vinkona mín sem sagði alveg bara, já þú ert nú alveg hægri sinni sko. Ég bara, what the fuck, hvað meinar þið? Þú ert sko sjálfstæðismaður. Ég bara, búinn að skrá mig í flokk fólksins, Jesús Kristur. En það er bara eitthvað, ég veit ekkert hvað ég er. Ég bara er alveg hættur að þekkja sjálfa mig. Þannig að núna ætla ég að sýna ykkur garðinn og segja ykkur sögur frá garðinum. Þarna var ekkert. Þarna vantaði hellur og allt og ég var bara komin út með kameruna og svo allt í einu bara var hún orðin batterislaus, þannig að
Það rosa mikið vinna að búa til vídeó og við eigum að standa saman að gera skemmtileg vídeó til að skemmta fólki í einangrun. Og láta áfengi í friði. Ekkert áfengi. Svo veist. Og lífið yndislegt án áfengis. En það fer bara að koma að því að ég fer að hætta að reykja líka. Það erfiðar finnst mér að hætta að reykja heldur en að hætta að drekka. Það bara eitthvað mjög. Og ég veit að ég með ADHD og búinn að líma alveg hennar, að fara að skoða garðinn, bíði aðeins. Því að mér langar að segja ykkur líka að að það svo margt sem þeir geti gert núna verslunarmannahelgina. Þeir geti verið bara heima með öruggu fólki og fengið eitthvað, allt til að fá sér eitthvað áfengi eða eitthvað bara lítið í hófið og svo bara skemmt ykkur bara með ykkar nánustu. Út af því að við verðum að passa að, við verðum eiginlega að gera þetta aftur. Hann Kári, hann segir að ég hlusta á Kára. Ég hlusta ekki á Þórólf, Víðir og Elmu. Þau eru alveg mjög gott fólk sko og þau eru alveg að vinna vinnuna. En mér finnst eins og Alþingi sé búinn að því miður yfirtaka þau. Og hann, Kári, hann stendur fyrir sínu, hann lætur ekkert Alþingi eða Katrínu segja sig fyrir verkum sko. Kári gerir þetta út af því að hann gerir þetta frá hjartanu. Og hann segir alveg að hann var ekki sáttur að þegar við opnum landi svona hratt. Og því miður verðum við bara að bakka, við verðum bara að taka bara á þessu öll, að því að við öll verðum að takast á við þetta. Og nú það garðurinn. Þetta hér garðurinn minn, garðurinn. Þetta salatið, svo brokkoli hérna. Alveg, vissi það, ég klippti öll þessi blöð hérna og borðaði þau. Ég hélt þetta væri eitthvað svona salat sko. Og hérna eru jarðarberin og þau eru mjög eitthvað léleg. Ég klippti þau hveragerði. Og hérna annar brokkoli, nei þetta fjallaspínatið. Og hérna annar mjög stór. Svona brokkoli hæs og hérna annar brokkoli. Svo fara að blómstra hérna. Þetta var sem sagt sko. Þetta var sem sagt fjalla og það rífi þetta snúlega. Þetta ekki alveg reynd, jú. Hérna jarðarberið. Já, svo þetta slöttunan. Svo þetta björgunar. Þetta hér sírena sem ég sett í pott og þessi að fara í jörð og því að kettirnir ráðast mikið á sírenunar minnur. Hér björgunarkassin. Þetta hér tré var bara rifið upp bara með rótum sko, takk fyrir. Bara fyrir utan áða mína og það búið komið þykkur og fallegu stofn á hann. Og þetta reynitré og þetta sólberja og svo þetta rísberja. Svo hérna annar björgunarpottur. Ég búinn að setja þetta reynitré bara í svona pott og svo hérna einu rós.
Og svo þetta hér bara blandað. Hérna rós sem ég keypti og hérna gljámurspell og þetta fura sem ég ekki alveg að skilja af hverju hún svona. Þetta bara eitthvað mjög skrítið. Og svo þetta bara svona alls konar. Og liljurnar þarna og allt þetta. Ég þarf alltaf að kaupa á hverju ári. Það þarf ég alltaf að kaupa eitt svona póka. Eitt svona póki bara heilt tonn. Svo þetta hér garðurinn minn sko. Hérna minn. Svo setti ég hérna tveir illir. Ég setti hérna hér bara alveg þvert yfir. Og svo leyfi ég þessu bara að vaxa bara blikkuna. Og hérna rásirnar. Og svo hér annað. Já, rás, sólberja og sólberjarifs. Svo þetta bara skrautkál og þetta hér sem sagt bara graslaukur og þetta fallega litla jólatréð mitt. Svo hérna bara, þú veist, það fullt af hunangspjöðum hérna í þessari rós. Þessi eitthvað vola skrítið, hún bara vex bara alveg svona sko. En svo keypti ég þessa í fyrra og hún á eftir að stækka. Þetta brúskur. Og svo keypti ég annan brúsk hérna. Og svo þetta runnamura sem mjög illa farinn. Þarf að klippa hann alla. Eða klippa hann alla niður. Og hérna líka. Og svo ætla ég að leyfa ykkur að sjá ævintýralega garðurinn. Ég veit, hérna þarf að reyta. Og ég hef svo mikið tíma í það, eða þannig. Og ég búinn að vera að bara, já. Þetta gljámurspell og þetta kornfláar og ég veit ekki hvað. En besti staður minn, já, þetta hér tré, sorglega tré. Þetta hérna frá Hveragerði, þetta úlfareynir eitthvað og það brotnaði í vetur. Og hérna blátoppur eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta Hérna, og svo þetta náttúrulega fallegast tréin. Og meyjarrósin. Og svo setti ég kartöflur hérna niður. Og svo bjargaði ég þessari plöntu, ég veit ekki hvað plöntu það Þú mátt alveg bara kommenta á það og segja bara hvaða mínúta það Svo þetta hér tré sem fór líka svolítið svona illa, þú veist, ég skildi ekki. Alveg. Svo þetta, svona illa hárið. En hérna kartöflugarðurinn. Kartöflugarðurinn, sko. Og svo hérna. Og svo ég búinn að vera að gróðsetta þetta fyrir utan og búa til svona alls konar. Og ég veit, það svolítið hérna sem ég á eftir að taka til. En þetta bara að vinna. Hérna rabarbarinn sem ég tók upp allan út af því að hann var allur bara skrallaður. Og ég setti bara mold yfir hann allan. Og það væri bara ágætt að fá að vita hvort að
Maður ekki gera það. Þetta nýmold sko. Þetta nálapúðinn, hann rosalega flottur. Og skemmtilega að þetta hér fuglafóður. Ég setti það bara niður, bara svona upp á djókið. Ég er svo duglegur að mála í sumar. Og mála alltaf, bera á pallinn. Ég var að bera pallinn sko. Þarna verður heitur pottur í framtíðinni. Kannski í haust. Það er aldrei að vita. Svo bara útsýni bara svona. Ég vil fá svona skó. Svona eins og Grímsnes. Þetta svo núna í sumar. Og þetta hér Alparifs. Og þetta á að vera rosalega, og ég gróf sko heldur betur niður. Þannig að ég ætla að vona að þetta lofa góðu næsta ári. Og svona lífið í Sandgerði. Þannig að það mjög gott að geta allan að fara út og andað hreinu lofti. Á meðan að þessu bara ástandi bara maður bara be safe. Ég ætla svona bara að sýna ykkur garðinn. Þessi garður, hann var alveg algjörlega í órækt og ég er búinn að gera þetta allt einn. Og hjálp mér vina. Þannig að þú veist, ég gerði þetta. Ég hannaði þetta. Hérna líður mér best og bara, líður langbest hérna í náttúrunni og njóta og fá ferskt loft. Maður það náttúrulega ferskt loft. Maður nefnilega verður að fá ferskt loft þegar maður að fara þegar maður í svona COVID dæmi og það bara ekkert annað í boði en að fá ferskt loft sko. Já, hérna líður mér best. Bara í afslappun og leyfa hárinu að vaxa með grasinu. Var að slá og búinn að sýna ykkur svona nánast garðinn en hann samt ekki alveg tilbúinn. Þannig að ég ætla bara að njóta og vera með ykkur áfram og ég ætla bara aðeins að njóta hér og svo kem ég bara eftir smá, bara eftir örstutta, bara þú veist, örstutt. Hérna fann ég eina plöntu sem ég þarf að bjarga, þessari algjörlega. Þetta reyniplanta. Ég bara set smá mold bara í kringum hana og leyfi henni bara að vaxa hér. Þetta allt að koma. Allt að koma. Allt að koma. Já, ok, núna sýndi ég ykkur smá í garðinum og þetta vinnubólurinn minn og gott að vera komin inn og gott að vera komin og tala við ykkur elsku vinir mínir og og fólk og þetta eitthvað svona sem allir geta gert í sko ég kalla þetta alltaf quarantine, þú veist, mér alveg saman, svo bara í sóttkví. Bara
í sjálfskipari sóttkví. Þetta er að gera. Við sem erum með garða, við getum náttúrulega gert reynt að gera, ég var að gera fínt hjá mig, fór að slá og fór að, þú veist, bara mikil vinna, bara gera fínt og allt þetta. Og það er komin ágúst, fattari, og það, þú veist, fólk sem býr í blokk, það getur gert rosalega flott bara að vera með tré. Ég veit konu sem með nokkur sólberja og rifsberja tré upp á svölunum og jafnvel svona sérstakt svona jólatré. Man ekki hvað það hét, en ég skal skrifa fyrir neðan á Normadös eitthvað tré eitthvað. Ég skal skrifa fyrir neðan komment og svo er rosalega flott gaman að skoða önnur vídeó sem þegar fólk er að gróðursetja og er að svona hanna sinn svona griðastað út á svölum og vera með plöntur, jarðaber, grænmetis, þú veist, og bara tré, bara alls konar blóm, rósir og svona, þú veist. Mér finnst út af því að það er ekki bara COVID, þetta eru skrýtnir tímar sem við erum að lifa, þú veist. Þetta er COVID, jörðin skelfur. Það er ég er að gleyma svo mörgu. Jörðin skelfur og náttúrulega það náttúrulega er leiðilegt fyrir barmenn og verslunarfólk að þurfa að grípa auðvitað. Við þurfum bara öll að grípa til aðgerða og taka tillit til fólks og hlusta vel á Kára. Kári, hann er minn maður og mér finnst eins og það sé búið að taka svona, mér finnst eins og þau þrjú þarna séu eins og strengjabróður og séu bara að tala fyrir, þú veist, Katrínu, Bjarna, þennan bara á Alþingi, En við vitum það öll að Alþingi náttúrulega setur þetta, lög og hitt og þetta og vinna oftast ekki alltaf með fólkinu, stundum þau vinna svolítið á móti fólki, svona oftast, svona Ást, ég hef ekki séð neitt, ég hef ekkert séð neitt neitt jákvætt við það sem þau, ég veit það ekki, ég bara horfi bara á þessa fundi, hlusta á Kára, reyna að hlusta sem minnst bara á Alþingi orðið. Ég er ekki pólitíkus, en bara, mér finnst bara, við eigum bara að taka og við eigum bara knúsa hvort annað, brosa, njóta, kveikja kerti, horfa á góða mynd, horfa á YouTube, horfa á mig, auðvitað horfa á mig og subscribe og likea og deila og bara njóta þess og við verðum bara að passa okkur, spritta og þvo með sápu og bara, þú veist, ég er með spritt í eldhúsinu, spritt inn á baði, svo er ég með svona 99% sprittbrúsa sem ég þvæ húnanalla og ég býð ekki nú mörgum heim, en svona er þetta bara út af því að maður vill ekki, og maður vill vera ábyrgur, maður vill bara vera hreinn og beinn og ég hef alltaf verið mjög ábyrg manneskja, þannig að ég
Já, vonandi fannst ykkur gaman að sjá garðinn og endilega sendi mér og skrifið inn hana komment hvað þið viljið sjá meira og þá ger ég það og hlusta á ykkur og þetta var þáttur númer 4 en það kom því mér engin gestur út af þessu COVID en ég hugsaðlega við bara vitum ekki en það verður en það kemur og þetta ég hef svo margar sögur að segja og sjáumst næst hress og kát og endilega deilið